Reykjavík, stefnumörkun í almenningssamgöngum í Reykjavík, samanburð 12. lið fundargerðar borgarráðs frá því 11. júní. Þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér komið annað jákvætt mál sem að gleður mig að tala fyrir. Við erum svo sem sagt komin á fyrstu skrefi með að búa hér til heildstæða stefnu í almannasamgöngum í því markmiði að auka þær, borgarbúum og borgarbrag til heilla. Forsaga málsins að í mars 2003 samþykkti borgarstjórn að setja þessa stefnu og skipaði starfshóp verkefnið. Þá var skipaði formaður starfshópsins Gísli Marteinn Baldursson, þáverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Aðrir sem fengu sæti í hópnum voru Karl Sigurðsson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Einar Örn Benediktsson og Sóley Tómasdóttir. Þegar Gísli Marteinn Baldursson hætti sem borgarfulltrúi þá tók ég sem sagt við því starfi. Þorsteinn R. Hermannsson hjá Mannviti var ráðgjafi hópsins og til aðstoðar og Halldóra Hrólfsdóttir og Ólafur Bjarnason á umhverfis- og skipulagssviði störfuðu með hópnum. Það er ástæða til þess að þakka strax fyrir mjög fína samvinnu og góðan anda í þessum hópi þar sem allir voru sammála svona helstu atriði, þó að í þverpólitísku samstarfi alltaf kannski svona blæbrigða munur á áherslum og í einstaka atriðum. En við náðum að vera sammála svona hver helstu markmið og tilgangur þessa væri og náðum að sigla þessu í höfn. Það er kannski vert að taka fram að vinna við stefnuna var að mestu lokið fyrir rúmlega ári síðan og var þá send til umsagna. Eftir umsagnaferlið þá var svo lítið af athugasemdum og svo lítil vinna sem þurfti að fara fram og ekki var ástæða til þess að skipa nýja aðila í hópinn þrátt fyrir að 2 þeirra væru hættir í borgarstjórn. Markmiðið sem fyrr segir er frekar einfalt, frekar skýrt og það er einfaldlega auka hlut almenningssamgangna. Það er svona svolítið vel í lagt, það er svona hressilegt markmið að auka það upp í 12% og árið 2030 sem rímar þá við markmið aðalskipulagsins almenningssamgöngur. Það er auðvitað eðlilegt að þegar það er búið að samþykkja aðalskipulag sem er með þá stefnu gagnvart Reykjavík til nákvæmlega sama tíma, að þá er þessi vinna sem miðar að því að hvernig almenningssamgöngur rými við borgina, að það þarf auðvitað að taka mið af því plaggi. En ég vil þó ítreka að vinnan sjálf snerist í rauninni ekki það, vinnan sjálf snerist miklu meira efnislega það hvað Reykjavík getur gert í svona einstaka atriðum varðandi leiðakerfið, varðandi tíðni, varðandi vagnana sjálfa, varðandi hversu aðgengileg þjónustan er og svo framvegis miklu frekar heldur en nákvæmar staðsetningar, nákvæmar aðgerðir sem eru farið í eða einhvers konar forgang og svo framvegis. Sú vinna mun eiga sér stað núna á næstu misserum þar sem að annar hópur mun taka þá þessa stefnu og setja svona kjöt á beinin eins og maður segir. Þannig að það sem við erum í höndunum hérna núna er miklu frekar svona heildstæð sýn sem í svona margbreytilegu pólitísku umhverfi ætti að standa tímans tönn. Við erum hugsað hérna til næstu tæplega 20 ára og tökum þá mið af því hvað verður raunhæft og gerlegt að sem flestir gætu svona fundið sig í þeirri stefnu á næstu árum, hvers svo sem heldur á stjórnartaumunum hverju sinni. Það voru semst nokkrar leiðir sem var lögð áherslu á og við skiptum því niður í bara svona einfaldar pælingar eins og leiðakerfið. Það þurfa til dæmis að strætó þurfa bara að ganga fyrr og enda seinna. Því að það gengur ekki upp að við erum að segja við borgarsamfélag að strætó sé valkostur ef það er ítrekað þannig að einhverju vinnustæðir byrja fyrr áður en strætó byrjar að ganga og að sama skapi er ekki hægt að segja að strætó sé valkostur ef að strætó er alltaf hættur að ganga, til dæmis áður en fólk hættir að skemmta sér eða áður en kaffihúsum lokar og svo framvegis. Þannig að það er mikilvægt. Það er mikilvægt að huga því að ferðatíminn styttist og séu eins fáar skiptingar og hægt er. Það sýnir sig að fólk almennt svona
fólki finnst verra tilhugsunum að þurfa að skipta strætó frekar en kannski eyða 5 mínútur lengur á sömu leið. Þetta allt eitthvað sem skiptir máli og verður að hafa í huga. Það verður að passa upp á að stoppistöðvar séu við allar stoppistöðvarnar eða biðstöðvar, meina ég. Það þarf að passa að þær séu svona sæmilega snyrtilegar og aðgengilegar. Það þarf að passa upp á að eftir fremsta megni verði hægt að greiða í strætó áður en hann kemur, eða í versta falli að þegar hann kominn að þá gerist það mjög snaggarlega svo að sé einhver tafir hvað þann vinkil varðar. Það verður að passa upp á að til þess að sé hægt að þetta sé til dæmis raunverulegur valkostur fyrir eystri byggðirnar að láta stofnleiðirnar ganga ofboðslega hratt fyrir sig. Það verður að passa upp á þessi pláss fyrir að hafa hjól í strætó til þess að sé hægt á að nota strætó á stofnleiðunum, tala nú ekki frá austur til vesturs, og hægt á að nota hjól til þess að fara svona lokasprettin innan viðkomandi hverfis. Það sem hins vegar líka að passa upp á að þrátt fyrir að sé áherslu á að tengja saman borgarhlutana, en þá þarf líka að hugsa að það þarf líka að tengja saman mismunandi punkta innan sama hverfis, og þar til dæmis getur Reykjavík svona skoðað hvað hún getur gert í því að til dæmis að ala upp framtíðar notendur eins og eru til dæmis börnin okkar. Börnin okkar eru stundum í þeirri stöðu að þau eru í skóla einhvers staðar og fara svo í frístund og þá mögulega taka þau einhvern annan bíl á vegum Reykjavíkurborgar til þess að komast þangað, og meðan strætókerfið einhvern veginn alls staðar annars staðar, og það er ekki alveg nógu heppilegt. Við ættum frekar að reyna að skoða hvað Reykjavíkurborg getur gert í því að svona mæta því að börnin taki strætó og ala þau upp sem framtíðarnotendur á þann hátt, því að það auðvitað bara, ef eitthvað aðeins nærmanni og maður hefur meiri skilning á því styttra sporin að nýta sér það sem valkost. Strætó sem varðandi kostnaðarliðina þá verður strætó að vera fjárhagslega samkeppnishæfur valkostur til þess að hann verði alveg valkostur á við einkabílinn til dæmis. Og svo lengi mætti telja. Þetta er ágætis skýrsla sem svona stutt og skornort fer yfir þessi helstu atriði. Eins og ég segi, þau eru mið að því að við búum hérna til borg sem við getum verið stolt af, þar sem þessi raunverulegi valkostur. Það ekki alveg þannig núna í dag að þjónustan standi undir sér til þess að fólki líði þannig að þetta sé alveg valkostur, en það verkefni Reykjavíkurborgar að passa upp á það. Og svo auðvitað þá tekið líka fyrir að það verði að gera mjög alvarlega og góða úttekt á öðrum valkostum í nútímanum í framtíðinni, varðandi til dæmis léttlestir eða hraðavagna eða annað slíkt, og hvar þá hægt að samnýta innviðina, til dæmis eins og með forgangsakreinar og annað sem var þá hægt að fylgja eftir með öðrum leiðum. En það verður þá, eins og ég segi, það allt atriði sem munu vera tekin fyrir síðar. Þessi stefna snýr aðallega það hvernig þetta mjög svona göfuga fína markmið að auka hér almenningssamgöngur til mikils muna, og ég held að við eigum alla geta tekið undir að svo allra mestu leyti. Umsagnaraðilar voru Strætó, sem eru þá Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður, Umhverfis- og skipulagsráð og Vegagerðin, og umsagnir bárust frá Strætó, Vegagerðinni og Garðabæ. Umsagnar voru jákvæðar. Þær örfáu athugasemdir sem komu til dæmis frá Strætó var mætt að langmestu leyti og mikil sátt um þessa vinnu. Að lokum langar mig kannski bara að fá að segja það að það mjög gleðilegt að vera í borgarstjórn og fá að vinna að betri borg og fá að hafa eitthvað það að segja þótt maður sé í minnihluta. Þetta verkefni eitt af þeim. Það samt auðvitað þannig að verkefnin auðvitað bera þess merki þegar þau eru unnin svona þverpólitískt eða með fulltrúi minni og meirihluta. Þá þurfa kannski allir svona pínu að láta af sínum ýtrustu kröfum. Stefnan til dæmis byggir meðal annars á stefnumörkum borgarna, til dæmis eins og varðandi aðalskipulagið og 10 ára samstarfssamningi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins eflingu almenningssamgangna. Bara til þess að það sé á hreinu að þá það auðvitað engar fréttir að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa nokkur ára skeið gagnrýnt hluti í aðalskipulaginu og hafa til dæmis gagnrýnt þennan samstarfssamning. Þannig að þó að það sé bara svona fært til bókar að þá munu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera grein fyrir því á eftir, en það breytir því ekki að efnisleg stefnan til þess að hér sé hægt að auka almenningssamgöngur og hvernig Reykjavík getur gert sitt í því er sáttum, og við erum bara stolt af því að hafa fengið
að taka þátt í því merkilega og góða verkefni og bara hlökkum til framhaldsins. Takk. Það er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka líka Hildi Sverrisdóttur vel fyrir þessa yfirferð. Hún fór vel yfir þá vinnu sem farið var. Það var skemmtilegt að taka þátt í þessu. Ég er varaformaður stjórnar Strætó og er núna einhvern veginn beggja vegna borðsins. Ég tel þessi gríðarlega mikilvægt að við séum með skýra stefnumótun sem eigandi í Strætó og sama ætti eiga við Faxaflóahafnir eða Sorpu eða önnur okkar fyrirtæki. Ég tel mikilvægt að við setjum það skýrt fram hvaða væntingar við höfum til þeirra fyrirtækja sem við erum að reka og mér finnst þetta mjög jákvætt. Þegar maður rennir í gegnum skýrsluna þá er alveg gaman að sjá að margt er þegar komið í gagnið. Þannig talaði fyrri akstur helgar, við til að mynda tókum skurku því áramótin en fann að keyra til að mynda 3 klukkutímum fyrr á sunnudögum og það talaði fjölbreyttari greiðslumöguleika sem geti aukið farþega og við appið fór í gang núna í janúar og sala í appinu hefur verið langt umfram væntingar og algjörlega á pari við það sem við svona töldum sem við þurfum að vinna þessa skýrslu. Það er stundum talað að það þarf að bæta Strætó til þess að hann verði raunverulegur valmöguleiki og þá finnst mér bara í lagi að benda á það að þegar við skoðum bara ferðavenjur í Reykjavík þá í aldursárinu 13 til 17 ára er það 49% sem nota Strætó 2 sinnum í viku eða oftar. Þar af 23% sem nota hann daglega og nær engin annar ferðamáti jafn háu hlutfalli. Í aldursárinu 18 til 24 eru 22% sem nota Strætó daglega og við bætast 6% sem nota hann 2 til 6 sinnum í viku og síðan er það 19% í aldursárinu 25 til 34 sem nota hann oftar en 2 sinnum í viku. Þannig að fyrir verulega stóran hóp það er Strætó raunverulegu valkostur og sem betur fer. En það er bara þannig að kerfið okkar hentar ekki öllum alltaf. Þannig ég held að við sjáum það að í grunninn þá erum við með vagnakost sem fólki líkar. Það er búið endurnýja vagnana, það er komið gott þráðlaust net í langflesta vagnana. Það er komið gott aðgengi að upplýsingum leiðakerfi og tímatöflum annað. Appið bætir þjónustuna verulega. Nú þarf í rauninni enginn að bíða eftir Strætó og ég held að kannski stærsta verkefni okkar núna er að koma Strætó betur í gegnum borgin okkar með öflug uppbyggingu á forgangsreinum og bæta leiðakerfið þannig að Strætó sé raunverulegur valkostur fyrir fleiri. Af því að það held ég að sé kannski stóra verkefnið. En ég hlakka bara til að fá liggja betur í þessu og vinna meira eftir þessu og ég fulla trú á þeim aðgerðum sem listar eru upp og bara áfram Strætó. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka framsögumanni fyrir að fara ítarlega og vel yfir þessa stefnu. Ég held að sé mikill styrkur af henni. Við sáum það þegar við gerðum hjólreiðaáætlunina að við heldum að við hefðum fulla yfirsýn yfir þann málaflokk og það sem þetta gera en það engan síður setur málin í brennipunkt og gerir auðveldara í kjölfarið að fara í gerð aðgerðaáætlana og tryggja með eftirfylgni að við náum settu markmiðum. Í þessu tilviki eru markmiðin alveg gríðarlega mikilvæg, ekki bara fyrir þá sem að vilja nota Strætó eða er að nota Strætó, heldur ekki síður fyrir þá sem eru að komast göturnar á bílum. Vegna þess að eftir því sem eru fleiri í Strætó þá eru færri sem reyna að komast göturnar og besta leiðin til að sýna fram á það væri raun að Strætó myndi ekki keyra í einn dag, þá yrði umferðin einfaldlega stopp. Vegna þess að á háannatíma er býsna stórt hlutfall þeirra sem fara gatnakerfið farþegar í Strætó eins og fram kemur í tölfræðinni sem birtist í meðfram stefnunni og hún er vel framsett, skýr og skýrmerkileg og í raun eitthvað sem allir ætti að lesa sem hafa áhuga á samgöngumálum, ekki bara almenningssamgöngum. Það sem við sjáum fyrir okkur að gera núna er að borgarráð setja af stað stýrihóp sem fái það verkefni að gera aðgerðaáætlun til að tryggja að þessi markmið náist. Þetta er auðvitað eins og fram kom hjá borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur
býsna metnaðarfull markmið og það er alls ekki sjálfgefið að þau náist. Til þess þurfum að veita strætó forgangi í umferðinni, til þess þurfum að bæta biðstöðvarnar, til þess þurfum við að huga að markaðssetningu og öðrum atriðum sem nefnd eru í stefnunni. Það má eiginlega segja að verkefnin skiptist í þau sem að við getum farið í sjálf sem borg innan borgarmarkanna og ég held að við eigum að setja þau í forgangin í þessum stýrihópi. Síðan eigum við að senda stefnuna til stjórnar strætó sem hefur auðvitað þegar fjallað hana ákveðinn hátt. En ég held að hún getur verið innblástu fyrir önnur sveitarfélag að fara í svipaða vinnu eða gera þessa vinnu að sínum. Og síðan eru auðvitað ákveðin atriði sem þarf að halda á og fá ríkið að í samningum þar á milli eins og við höfum ákveðin fordæmum og allt þetta eigum við og þurfum að gera. Ég vil að endingu nota tækifærið og þakka Hildi Sverrisdóttur borgarfulltrúa fyrir að leiða þetta starf farsællega og borgarfulltrúanum Gísla Marteini Baldurssyni á undan. Ég tek undir með fyrirmælanda að ég held að verkefni eins og þetta undirstriki að það getur verið styrkur að því að vinna svona þverpólitískt og fólk úr minnihluta borgarstjórnar leiði svona stefnumörkun. Ég held að við sjáum annað dæmi í hjólreiðaáætluninni að þetta eru stefnur og áherslur sem að lifa af meirihlutaskipti og það er nú þess vegna bara fagnaðarefni að fá að taka þátt í að afgreiða þetta hér í dag og vonandi verður sama samstaða næstu skref og aðgerðaáætlun eins og þessi stefna. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Júlíus Egill Ingvarsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Hildi Sverrisdóttur fyrir það að leiða þessa vinnu og kynna hana fyrir okkur hérna í borgarstjórn. Við höfum fengið kynningu á þessu áður og þetta er bæði metnaðarfull stefna. Hún er nauðsynleg, mér finnst hún góð. Mér finnst gott að við séum að stefna því að sem flestir eigi þess kost að nýta sér almenningssamgöngur hér í Reykjavík. Það er ekki nýtt á nálinni en við erum vonandi að taka stærri skref heldur en tækin hafi verið í nokkuð langan tíma. Bara núna í umhverfis- og skipulagsráði síðasta fundi vorum við einmitt að fjalla málefni sem að snúa að þessu sama efni sem er að gera forgangsakrein á Miklubraut nærri Hlíðunum einmitt til þess að auðvelda strætisvagni sína leið eins og gert hefur verið víðar í borginni. Ég vil svona bara nefna það að mér finnst samantektin sem kynnt var í borgarráði og framkemur hér í útsendu gögnum og væntanlega borgarfulltrúar og þeir sem eru á okkur að hlýða geta séð á vefnum. Mér finnst það mjög aðgengilegt plagg og auðvelt að lesa sig í gegnum stefnuna með því að fletta því og sá mælikvarði að 12% allra ferðinni borgarinnar verði farnar með almenningssamgöngum árið 2030 er mjög metnaðarfullt og vonandi að það geti gengið. Ég hef haft áhyggjur af þessum málum vegna þess að mér virðist lítið ganga. Þegar að skoðaðar eru ferðavenjukannanir Capacent frá árinu 2014 til dæmis, þá sjáum við það að ferðir í Reykjavík með strætó er einungis 4,1% allra ferða. Og þær voru 4% ef með rétt 2011 og 4% árið 2002, þannig að það hefur ekkert breyst. Það virðist ekki við lestur ferðavenjukannana aukning vera á notkun almenningsvagna og það getur alla staðist vegna þess að við horfum nú á þann fjölda sem að fer inn og út úr vagnunum þá fjölgar þeim. En þetta þarf nú að skoða að mér finnst og ég reikna með því að aðgerðarhópurinn og svo áætlun sem að nú fer af stað komið til með að fara svolítið betur yfir að það er náttúrulega spurning hvort að aukning getur orðið einhverju leyti vegna þess að hér eru miklu fleiri ferðamenn en verið hafar. Hér eru 5 sinnum fleiri ferðamenn að koma til borgarinnar heldur búa í borginni. Þannig að, og gott betur reyndar, og þannig að það getur verið að ferðamenn nýti sér almenningssamgöngur svipað og við nýtum okkur almenningssamgöngur þegar við erum að ferðalögum erlendis.
Þar fyrir utan að þá auðvitað ferðavinnukannanir eru prósentulegar, þannig að hugsanlega hefur bara aukning á ferðum almennt áhrif á það hversu margir fara í strætó og þess vegna komist þau ekki upp úr þessu 4% marki. Kannski, og það er alveg möguleiki, er þessi ferðavinnukönnun ekki nægilega nákvæm. Kannski er það ferðavinnukönnunin sem er gerð með þeim hætti sem hún er gerð, segja með svona spurningum til þeirra sem þáttaka í könnuninni, ekki að gefa ykkur rétta mynd. Og mér svolítið grunar það. Það eru aðra leiðir eins og Saga Trip Tracker sem nú er verið að skoða og gerði hefur verið mjög skemmtilega úttekt á því hvernig það getur neyst okkur þar sem að farið í rafræna ferðavinnukönnun. Og ég held að við í umhverfis- og skipulagsráði ættum að fá slíkar hugmyndir inn á borð til okkar og farið við það hvort það geti gefið okkur nákvæmari og betri upplýsingar ferðavenjur og þá meðal annars nefnir það svona í borg í fartinn að ég hef líka ekki trú á því að við sem að fá rétt af tölur varðandi hjólreiðanotkun og þá er gott fyrir okkur að hafa það. Þegar við skoðum þjónustukönnunina sem að kom út á síðastliðnu ári, þá líka er það svona plagg sem að veldur með nokkrum áhyggjum vegna þess að þegar fólk er spurt að því hvað er það sem að það vil sjá að verði bætt í þeirra hverfi, þá er það einungis 4% sem að nefna almenningssamgöngur. Hins vegar eru miklu fleiri sem nefna bara almennt samgöngur, bara að fá góða samgöngur og það eru jafnmargir sem nefna það og vilja nefna strætó sem nefna bílastæði. 4% vilja aukin fleiri bílastæði. Þannig að í flestum hverfum borgarinnar þá meðan við þetta er ekki þessi mikli áhugi á því að nýta sér almenningssamgöngur og það er nokkuð sem við verðum þá að reyna að hafa áhrif á af því að við viljum láta á það reyna eins og við mögulega getum að fólk hafi áhuga því að nýta sér og nýti sér betur almenningssamgöngur og margt hefur verið gerst en nefnt hefur verið hérna til þess að fara yfir það. Ég er svona kannski aðeins nefni það eins og mér finnst þessi skýrsla hér fín, samferða í Reykjavík, að þá er margt í henni sem væri skemmtilegt að taka upp og ræða en ekki tilefni til þess akkurat hér og nú. En það eru svona margar samantektir á því svona hvað til dæmis hljóð og loftmengun og svona ýmislegt sem að kannski kalla bara frekar umræðu vegna þess að þetta er eiginlega heldur stuttar athugasemdir sem birtast inn í þessari skýrslu til þess að hægt sé svona beint að ræða þær. En skipta miklu máli þegar við erum að skoða kosti þess að við færum okkur yfir í almenningssamgöngur. Hér stendur til dæmis miðað við erlendar rannsóknir, hvað erlendar rannsóknir eru það nú, má áætla að kostnaðir vegna loft- og hljóðmenningar séu 3 krónur á hvern kílómetra sem er genum einkabíl. Og nú efast ég ekki að það sé einhver rannsóknir bak við þetta en það verður gott að fá slíkar upplýsingar. Þannig að við eigum margt en sem við getum rætt varðandi almenningssamgöngur, meðal annars þetta og ýmislegt annað sem fram kemur í þessari skýrslu. Ég vildi koma hér upp fyrir utan það náttúrulega bara fyrst og næst að þakka fyrir skýrsluna og fyrir utan það að greina frá því að þau gögn sem við höfum nýtingu strætó benda til þess að það eru mikil sóknarfæri og þau benda jafnframt til þess að það sé nokkuð langur vegur að fara fyrir okkur að ná því marki 12% hlutdeildinni í samgöngum en við erum öll sammála það að láta það reyna og fara þá í þá vegferð. Ég boða bókun undir bara sem að kemur í lok fundar en ég vildi samt nefna það að við höfum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutt það tillögur að aðrir kostir en strætisvagnamiðstöðin í Vatnsmýrinni á BSI-reit verði skoðar enda margt sem endur þess að miðstöð strætisvagna austar í borginni muni henta betur. Og svo endurskoðun á staðsetningu strætisvagnamiðstöðar hefur ekki farið fram að okkar mati. Ég vil líka nefna það, varðandi þessa tillögu hér, að stefnumörkun, að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt til að tilrauna samningur til 10 ára. Það er náttúrulega þessi ágæta þversögn að vera tilrauna samningur sem stendur í 10 ár. Almenningssamgöngur verði sagt upp og að endursamið verði við ríkið stuðning við almenningssamgöngur án þess að sá stuðningur sé skilyrtur við að framleitu við að framkvæmdi borginni séu felld niður. Þetta vildi ég tvennt nefna
og þetta tvennt munum við færa til bókar í lok fundar, en engu að síður erum auðvitað sammála þeirri miklu vinnu sem hér hefur farið fram, styðjum það að við förum þessa leið, styðjum samferða í Reykjavík en minnum á okkar sérstöðu hér í þessu máli síðar á fundinum. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarstjórn. Ég ætla að byrja eins og aðrir á að þakka stýrihópnum fyrir sína vinnu sem að mikið hefur verið lagt í og það eru bæði metnaðarfull markmið og skýrar leiðir til að ná þeim. Ég vildi aðeins koma inn á tölunar. Borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson var með ágætis umfjöllun ferðavinnukannanir sem eru kannski ekki að gefa nú skýra mynd. Ég fletti sjálfur aðeins í gegnum fylgigögn sem að fylgja með stefnunni sem eru frá Strætó BS og kallast Mælikvarðar 2014. Þar er verið að mælist aukning í notkun Strætó hjá fólki. Þannig að það má vel vera að ferðavinnukannanir eins og borgarfulltrúinn velti fyrir sér séu, þó það sé ekki að mæla hlutfallslega aukningu, þá sé það vegna þess að ferðir eru að aukast almennt. Þannig að þetta er eitthvað sem ég styð klárlega að verði kannski skoðað í kannski stærra samhengi og hvort að það fáist skýrari tölur þetta og eins með ferðamennina, hvort það er hægt að sjá einhvern veginn hverjar þeirra ferðavenjur eru af því að þetta er vissulega orðið svo hátt hlutfall af því fólki sem að hér er og fer á milli staða og notar aðra þjónustu. En tölunar eða markmiðið með aukningu upp í 12% sem hlutfall ferða er náttúrulega mjög háleitt miðað við núverandi ástand en það er á pari við hvernig þetta er víða erlendis í sambærilegum borgum. Skýringarnar á þessu, það hafa verið dregnar fram margar skýringar sem að byggjast okkar sérstöðu, hvort hugarfar fólks er annað og veðurfar og svo framvegis, að þetta sé óraunhæft að passi aldrei við íslenskar aðstæður. En ég held að það sé nú verið að horfa fram hjá dálítið einföldum hagrænum skýringaþáttum að borði til dæmis þéttleika byggðar. Þarna er náttúrulega komið inn á það að þéttleikinn þurfi að vera góður til sérstaklega í kringum aðalstoppistöðvarnar. Það er náttúrulega bara einföld hagfræðileg staðreynd að þú getur ekki búið upp á góða þjónustu nema margir noti hana og það er ekki raunhæft nema þetta fari leiðir þar sem að margir búa og nú margir séu að fara þess að búi á þeim stöðum sem að vagnarnir fara á milli til þess að þetta borgi sig. Annað er náttúrulega hvernig er borgað og hver gjaldskráin er og svo framvegis. Þarna er náttúrulega stutt við sjálfstæða umbótamál að fólk geti borgað með mismunandi hætti og einfaldari, hvort sem að það er síminn eða kort eða annað. Það er náttúrulega ekki tekin sérstök afstaða til gjaldskrárinnar enda er það kannski flóknara og umdeildara mál. En þetta var kannski svona helsta sem ég vildi nefna í þessu samhengi. Ég hlakka til þess að sjá þetta innleitt og vonast til þess að þessum markmiðum verði náð í framtíðinni af því að þetta, já og svo er náttúrulega gott að sjá tengingu við hjólinn. Má kannski nefna það líka að fólk geti notað hjólinn í strætó og geti tengt það saman. Það er náttúrulega margvíslegur hagnaður, fjárhagslegur og félagslegur og umhverfislegur af því að styðja við það að fólk geti notað þessa umhverfisvænu ferðamáta sem margir eru að fara í einu og nýta þannig kosti hagræðisins. Takk fyrir.
Halldór Heiðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við langarum bara aðeins að koma upp hérna og fagna þessari stefnumótunarvinnu sem hefur farið fram og er mjög brýn og þörf og tímabær. Sko, við verðum auðvitað, sem sagt, ég held að við verðum að átta okkur á því að svona afstaða okkar til samgangna er dálítið, það er bara spurningin hvort við ætlum að tilheyra framtíð eða fortíð. Og hinnir svona samgönguhættir sem við höfum tamið okkur á undanförnum áratugum, þeir eru góðir og gildir og hafa í sjálfu sér verið ágætir á þeim tíma, alveg svo bara hestvagnar voru bara, þú veist, alls ekkert galið samgöngutæki á tímabili og er það ekki á sömu stöðum en þetta í dag. En er svona fyrirbæri sem að hendar ekki lengur í svona í nútíma heimi. Og sama er það með þá hugsun okkar að það sé þægilegasti ferðamátinn og svona einfaldast og best fyrir alla og uppbyggingi eigi að miða því að allir geti komist allra sinna ferða inn í bíl. Það er auðvitað bara fortíðar hugsun. Hún gengur ekki í nútíma samfélagi. Það er allir sammála því í raun og veru og þessi stefnumótana vinna auðvitað sýnir það og þetta er líka bara hluti af því að við viðurkennum og samþykkjum hlutverk okkar sem manneskna í nútíma samfélagi. Við þurfum auðvitað að taka samfélagslega ábyrgð. Hluti af því er auðvitað að breyta neysluhegðun að einhverju leyti og samgöngur eru mjög stór og mikilvægur þáttur í því að við breytum neysluhegðun okkar hvað varðar samgöngur. Við erum ekki að tala um einhverja byltingu yfir nótt, það er ekki farið fram á það en svona, þú veist, framlag hvers og eins skiptir máli. Það til dæmis bara að fara taka strætó 2 í viku í vinnuna eða ég tala nú ekki um 3, það getur bara munað heilmiklu í því hvernig samgöngur í borginni virka og svo er það bara mikilvægt innlegg í breytta neysluhegðun. Við þurfum öll að taka ábyrgð á loftslagsmálum og öðru slíku. Ef allir hugsa þannig, við erum svo lítil, við skiptum ekki máli, ég er bara einn, ég má bara gera það sem ég vil, það geta einhverjir aðrir sem að taka ábyrgð á stóra samhenginu, þá endum við bara út í skurði. En við sem borgaryfirvöld, við sem kjörnir fulltrúar hér í borginni, við höfum auðvitað stigið mikilvægt skref með því að setja fram þessa stefnu hér og þurfum svo auðvitað að þróa hana enn lengra og raun og veru að mínu mati taka ennþá róttækari skref í mjög náinni framtíð. En það nú svo, þakka Hildi Sverrisdóttur fyrir að leiða þetta starf, Gísla Marteini á undan henni og öðrum sem að störfuðu voru í þessum hóp og auðvitað starfsmönnum sem að unnu með hópnum og hvetja okkur bara til dáða í því að efla hér almenni samgöngur og auðvitað gera umhverfisvæna samgöngumáta svona aðgengilegri. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil taka undir þakkir annarra borgarfulltrúa sem hafa komið upp hér í dag og þakka formanni nefndarinnar og öðrum nefndarmönnum sem hafa unnið að stefnumörkun fyrir okkur í almenningssamgöngum í Reykjavík til næstu ára fyrir. Góð störf.
maður sér að hér metnaðarfullt plagg að ræða og greinilega mikill vilji til þessi á þeim sem standa þessu plaggi og okkur sem samþykkju það að auka veg almenningssamgangna í borginni sem auðvitað bara hið besta mál. Síðan hafa menn kannski mismunandi sýn á málin sko til framtíðar. Sumir líta eftir á þessa stefnu sem leiði í því að rauninni blása til atlögu gegn einum hræðilega einkabíl eða fjölskyldubíl og koma honum alveg út af kortinu. En aðrir, og ég þá frekar í þeim hópi, sem líta á þetta sem leiði þeirri stefnu að auka veg almenningssamgangna án þess kannski að það sé blásið til orustu gegn öðrum samgöngukostum. Ég hef nefnilega þá trú að mannlífið sé svo fjölbreytilegt að fólk velji það bara sjálft með hvaða hætti það vil komast á milli staða. Sumir kjósa að fara gangandi, aðrir á bíl, en aðrir í strætó, einhverjir á hjólabrettum og svo framvegis. Og við höfum að sjálfsögðu að búa svo hnúta hér í borginni, í skipulagi borgarinnar og gatnakerfinu, að fólk hafi val þetta. Ólíkt þeim borgarfulltrúum sem tala á undan mér, þá sé ég ekki endilega að við höfum að vera að beita borgarvaldinu og borgarskipulaginu svo mikið í því skyni að beinlínis breyta neysluhegðun borgarbúa í samgöngum og gera það smá saman erfiðar og erfiðar að ferðast til dæmis á einkabíl. Ég held að við höfum að ganga út frá því eftir sem áður að fólk komist ferða sína á fjölskyldubíl borgina eða einkabíl, en hins vegar má alveg fara rök fyrir því að við skipulagningu Reykjavíkur í fortíðinni eins og svo margara annarra vestrænna borga þá hafi ef til vill ekki verið tekið nægilega mikið tillit til strætisvagnaaksturs, til gangandi vegfarenda og hjólandi vegfarenda. Og það hefur nú nokkuð áunnist. Ég myndi nú segja að í minnsta kosti 10 ár, 10-15 ár, það hafi borgarstjórn verið mjög samtakaði því að bæta til dæmis aðstæður hjólandi vegfarenda í borginni. Ég var sjálfur í minnihluta á sínum tíma þegar ég var skipaður að borgarstjórn formaður nefndar umferðaröryggisáætlun í Reykjavík 2002 til 2007 og þar til dæmis í þeirri áætlun settum við fram og samþykkt einróma hér í borgarstjórn að við lagning á nýjum götum og endurbætur á gömlum götum, eldri götum, þá yrði reynt að koma því við í minnsta kosti fjölförnum götum að hafa hjólreið akranir af þeim götum. Og þetta var samþykkt 2002, eða sennilega haustið 2001, en það tók embættismenn nokkur ár rauninni þáttur að það verið stöðugt minnt á þetta, þá tók embættismenn nokkur ár að átta sig á því að þetta væri í stefnumótun borgarinnar og vilji borgarfulltrúa til að hafa þetta svona og mér sýnist jafnvel enn þegar ég sé kynntar tillögur gatnaframkvæmdir í borginni að maður sér enn að það eru keyrðar í gegn tillögur gatnaframkvæmdir í borginni án þess að til dæmis það sé nægilegt tillit tekið til hjólandi, það eru ekki lagðar hjólreiðaakreinar þrátt fyrir að fjölfarna götur sé að ræða og þá þrátt fyrir að rými sé í götustæðinu til þess að leggja slíkar reinar. Þannig að ég lít svo á að breytingin er að eiga sér stað en mér finnst mjög djúpt í árinni tekið þegar sagt er að samgöngukerfi okkar núna, það henti ekki í nútíma heimi. Ég held að þrátt fyrir allt þá hafi borgaryfirvöld staðið sig nokkuð vel á síðustu 10 árum til að bæta aðstæður hjólandi vegfarenda. Ef til vill mætti standa betur að því að bæta aðstæður gangandi vegfarenda. Ég er samt mjög ánægður að sjá það núna í vor þegar framkvæmdir, eða í sumar þegar framkvæmdir ársins er að fara af stað þá að gangbrautir maður sér að það hefði við að fara að merkja gangbrautir aftur sem mátti helst ekki merkja í nokkuð mörg ár hér í Reykjavík. Það er mál sem við sjálfstæðismenn höfum bent stöðugt á að þurfa að borgin þyrfti að standa betur að og það er sem betur fyrir að gerast. Eitt sem mætti hafa í huga þegar menn tala framtíðina
að samgöngukerfi okkar henti ekki í nútíma heimi, hvað þá heimi framtíðarinnar, þá ættu menn að hafa í huga tilkoma rafbíla. Við erum þegar farin að sjá bara daglega rafbíla götur borgarinnar og þeim fer fjölgandi. Ég held að allar spár gera ráð fyrir að þeim fari fjölgandi á næstu árum og ef að rafbílar henti ekki á Íslandi eða hér í Reykjavík þá henta þeir sennilega hvergi. Og því að það er komið í ljós, það spretta hér upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla og höfuðborgarsvæðið, ekkert mjög stórt svæði, það hentar rafbílaeigendum mjög vel, jafnvel ófullkomnu rafbílum með litla hleðslu, þá það segir mér rafbílaeigendur að þetta hentir svona fyrir 90% ferðanna innan svæðisins. Og það er auðvitað gífurlegur sparnaður sem hlýst af því, bæði peningalegur en líka þegar við tölum bara útblásturinn frá bílunum, hann er auðvitað lítill sem enginn úr rafbílunum. Þannig að ég held að þessi neysluhegðun sem menn tala ég held að hún sé að breytast mjög ört og rafbílum fari mjög fjölgandi á næstu árum og það þýðir auðvitað mjög lægri rekstrarkostnað bíla og ég held að margir Reykvíkingar muni velja þann kost næst þegar þeir endurnýja bílinn sinn. Og mér finnst bara gott mál að Reykjavíkurborg, hún komið til móts við þetta fólk sem væntanlega mun kaupa sér rafbíla. Ég held að minnst það sé nefnt að spá dauða einkabílsins. Hins vegar má vel vera að í ákveðnum aðstæðum þá fái, og í ákveðna götur í ákveðnum hverfum, þá fái einkabílinn með kannski full mikinn forgang og oflítið tillit tekið til hagsmuna gangandi eða hjólandi vegfarenda og þar vill maður auðvitað sjá úrbætur og þar höfum við náttúrulega skipulagið á framkvæmdardeild til að bæta úr því. Ég held að menn ættu að hafa þetta í hugarunni þegar þeir spá andláti einkabílsins. Ég held að hann hverfi ekki svo glatt af götum borgarinnar og hlutverk okkar að koma til móts við sem flesta Reykvíkinga, gefa fólki val. Ég held að það var ekki gott ef við farum að beita valdinu til þess beinlínis að stemma stigu við sjálfri notkunni. Auðvitað viljum við kannski stemma stigu við of mikilli fjölgun einkabíla, koma kannski meira jafnvægi á þetta sem til að segja gera og til að þessi stefna varðandi almenningssamgöngur sé bara mörguleyti skrefið rétt átt. Tek undir það sem kom fram hjá Júlísu Vífli Ingasyni borgarfulltrúa varðandi þetta með miðstöð almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að það sé rétt. Við höfum oft gagnrýnt það og fluttum það tillögur hér í borgarstjórn eða á vettvangi borgarstjórnar að við sjálfstæðismenn hefðum viljað sjá að það færi fram fagleg úttekt á því hvar miðstöð almenningssamgangna væri best á höfuðborgarsvæðinu. Það fór töluvert slík vinna fram þegar að núverandi leiðakerfi var hannað á árunum 2002 til 2005 cirka og þá voru margar misjafnar skoðanir af því hvar best væri að slík miðstöð yrði. En ég man að flestir fagmennirnir sem við töluðum við þá og þeir sóttu sína speki til útlanda, þeir voru á því að fyrsta lagi að það væri best að hafa eina miðstöð en ekki tvær og það væri best af því að slík miðstöð yrði sem næst eða frekar nálægt demografískri miðju borgarinnar. Og þannig að það má segja að það að fara með miðstöð á nýjan stað sem þá BSI, það þá skrifið rétt átt að við erum þá ekki með tvær miðstöðar sem þetta byggist á sem eru nánast að útnára miðað við svæðið, heldur fara á eina þessi skrifið rétt átt en ég samt á því að ég hefði viljað sjá slíka faglega úttekt því að mér segir svo hugur að slík miðstöð hún yrði mun austar en BSI ef við ætlum að þjóna öllu höfuðborgarsvæðinu vel. Og slæmt þessi úttekt skyldi ekki hafa að fara fram því það eru skiptar skoðanir málið hjá Strætó og það er ekkert rauninni tvær skoðanir heldur fleiri og á fyrri stigum málsins þá vitnaði ég hér í minnisblöð frá Strætó og það komið fram meðal hans efasemdir það að BSI væri hentugasti staðurinn og þess vegna er sjálfsagt að setja fyrirvara þetta í stefnunni eins og við gerum en auðvitað má þá segja að
það sé að minnsta kosti skref rétt átt frá því sem nú er. Og eins má segja með samgöngumál almennt, samgöngusamningur milli ríkis og borgar. Við teljum það óheillaskref fyrir borgina að við viljum gjarnan sjá hér metnaðarfullar framkvæmdir í borginni sem ríkið kostar, en borgin hefur í rauninni hafnað þeim og maður hefur ber ákveðin ótti í brjósti gagnvart því að það verði ekki til góð svona í heild í samgöngumálum borgarinnar næstu 10 árin eða svo. Nú, en nefni líka, ég held að sé mjög brýnt eins og kemur fram með þessari stefnu að brýnt að leiðakerfið verði endurskoðað og það verði í stöðugri endurskoðun. Auðvitað verður leiðakerfið aldrei fullkomið eins og hér hefur komið fram hjá öðrum, en það má stöðugt bæta það. Og ég veit að á vettvangi nokkurra hverfisráða í borginni þá fer fram vinna þar sem menn eru að skoða leiðakerfið. Ég sit til dæmis í hverfisráði Vesturbæjar þar sem menn eru sammála það að það megi svo sannarlega bæta leiðakerfið varðandi þann borgarhluta. Ég tel að sé komið nokkuð inn í ljós að þetta kerfi sem var tekið upp á einni nóttu árið 2005, það hafi ekki reynst nógu vel. Vissulega hefur strætisvagnafarþegum fjölgað en það kunna vera ýmsar aðrar ástæður fyrir því. Að minnsta kosti heyrir maður raddir mjög við í borginni, ekki síst frá eystri hluta borgarinnar, að fólk telur að miðað við umfang kerfisins, vagnafjölda og leiðir, að það sé samt ekki að þjóna borginni nógu vel. En ég bind vonum við það að þessi stefna sem við samþykkjum hér í dag, hún verði leiðarljós til að bæta þjónustuna til góðs fyrir alla í borginni, ekki bara strætisvagnafarþega, heldur fyrir hina líka sem taka ekki strætó, og bind vonir við að mörg góð atriði sem eru í þessari stefnu verði okkur leiðarljós á þeirri leið. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er gott þegar Reykvíkingar eru samferða og ég vil þakka fyrir þessa góðu vinnu sem að þessi samgöngustefna er, en vegna orða borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar það að ekki sé verið að þjóna nægjanlega austurhluta borgarinnar, þá finnst mér það mjög ómaklegt að tala alltaf eins og austurhluti borgarinnar sé vanrækt svæði. Ég bý í Breiðholti í austurhlutanum, ég kom í strætó hingað í vinnuna í morgun vegna þess hversu strætókerfið einstaklega gott, sérstaklega til dæmis upp í Breiðholti, ég þekki náttúrulega langt best þar. Breiðholtið mjög gott, semst út frá almenningssamgöngum, ég held að sé einróma eiginlega bara álit allra þeirra sem að nota strætó og búa þar. Ég veit að vinsælasta leiðin í öllu borgarkerfinu leið 6 sem er Grafarvoginn. Þannig að vera að tala það að austurhlutin sé vanræktur þegar kemur að almenningssamgöngum bara á ekki við. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég stend alveg við það sem ég sagði. Ég held að sé kannski ekki tími hér í dag til að fara vandlega yfir leiðakerfið strætó. Það kannski tekur meiri tími okkur allir þessa umræðu og þá er líka gaman að hafa bara kortið yfir leiðakerfið hér á veggnum sem væri auðvitað hægt að bjarga kannski á sérstökum fundi, kannski næsta fundi. En ég stend algjörlega við þetta og ég byggi það á kvörtunum sem ég hef fengið þessi mál austan megin í borginni. Fyrir nokkrum árum þá hitti ég fólk úr öllum ungmennaráðum borgarinnar og spurði og fékk skoðanir þeirra á svona helstu hugðarefnum þeirra. Og það kom mér á óvart að yfirleitt þeir sem voru austan megin í borginni, af þessum ungmennaráðsliðum, þá voru almenningssamgöngur alltaf númer 1 og sem var efst á baugi hjá þeim. Og því miður þá miður sem umkvörtunar efni og það var hins vegar miklu skárra ástandi hérna vestan eftir því sem vestar dró en á þetta byggi ég skoðun mína
og það var farið í raunhæf dæmi og reynslusögur og allt þetta sem við borgarfulltrúar þekkjum og ég sannfærist það að þetta fólk sem hafði samband við mig og fylgdi sem málun eftir í tölvupóstum, það hafði rétt fyrir sér. Sumum þessum ábendingum hef ég komið á framfæri en ég held að þetta sé svona almenna niðurstaðan. Auðvitað getum við síðan fundið, auðvitað geta allir komist leiðir með einhverjum hætti með því að ganga út á stoppistöð. Auðvitað eru líka bara svæði í þessum hverfin sem ákveða vel þjónað, öðrum sem er síður þjónað. En mín sannfæring er svo að það væri hægt að leiðakerfi okkar gæti verið miklu betra en það er og það er bara vonandi okkar verkefni á næstu árum að reyna að bæta úr því. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur svarað andsvari og þá veitir Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að vera að karpa hér leiðakerfi Strætó BS hér í borginni við þessa gleðilegu umræðu það að verða samferða Reykjavík. En mér finnst það svo ómálefnalegt að tala hér vanrækslu austurhluta borgarinnar og skipta borginni í austur- og vestursvæði og byggja álit sitt á viðtölum við einhver ungmenni. Þeir sem búa austurmegin í borginni, þeir náttúrulega velja að búa fjær miðborginni og sækja þess vegna, lengra, þess vegna eru almenningssamgöngur kannski oftar nefndar þegar maður talar við fólk í austurhlutanum. En þegar við tölum við farþega í strætó, nú nota ég sjálf töluvert strætó, þá er bara mikil ánægja með strætósamgöngur að minnsta kosti í Breiðholti og vinsælasta leið borgarinnar keyrir Grafarvoginn, langvinsælasta leiðin. Þeir eru alltaf með aukavagna á leið 6, bara að því að það er svo óbúslega margir sem nota það. Og af hverju eru svona margir sem nota það? Vegna þess að það er ánægja með þessa þjónustu. Ég er enda veit nefnilega eitt svæði, ég ekki það til sem að hefur kannski fundist að hafa orðið svolítið út úr, af því að strætó fer ekki nógu mikið inn í hverfið. Ég ætla ekki einu svona að nefna það, því mér finnst að við sem erum í borgarstjórn eigum ekki að vera í hverju hverfapólitík eða hreppapólitík. Það er nóg að það sé hérna hinum með Vonarstræti. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hafna því algjörlega að ég sé ómálefnalegur og ég sé einhverju hreppapólitík eða hverfapólitík. Ég undrast nú orð borgarfulltrúans að það sem ég er skammaður fyrir það að ég sé að byggja þessa skoðun mína á viðtölum við einhver ungmenni. Ég skammast mér bara ekkert fyrir það, ég er bara mjög stoltur af því að hafa náð því að þarna fyrir nokkrum árum að hitta ungmennaráðin með þessum hætti. Ég hitti ungmennaráðin í borginni hverfisbundið, spurði þau nokkurn veginn sömu spurningana, að mjög mörgu leyti þá komu sömu kvartanirnar fram og ég get ekki gert að því, ég held að ég hef alls ekki spurt leiðandi spurninga þannig á sínum tíma, ég get bara ekki gert að því að það var algjörlega augljóst að þjónusta strætisvagnanna, hún kom miklu oftar upp austanmegin í borginni heldur en vestamegin í borginni. Ekki norðamegin eða sunnamegin, þetta var austur og vestur. Það er bara staðreynd málsins, þetta kom þannig upp og það er bara verður að orða það eins og er. Já, fólk velur að búa austar, ég meina þetta voru nú ungmenni, ég held að það hafi nú foreldrar þeirra sem hafi valið að búa austar, en það komu sem sagt fram umhverfisnefndin því að eystra svæðinu verði síður þjóna en hér vestar í borginni og ég eftir að hafa hlýtt að málflutning þeirra og skoða strætókort með þá sannfærist ég svolítið að svo væri. Og hvernig var að bregðast við því? Mér finnst að bregðast að því með metnaði og reyna þá að búa kerfið þannig úr garði þegar við endurskoða það, þá á að endurskoða það, að reyna að veita bara sambærilega þjónustu alla borgina. Og það á ekkert skilt við hreppapólitík eða hverfapólitík. Ég held að það sé bara sanngjarnt að við lýsum því yfir að við viljum veita öllum borgarbúum sambærilega þjónustu sama hvar þeir búa. Auðvitað verður það kannski aldrei 100%. Þjónustan verður kannski betri nálægt stórum vinnustöðum sem þarf að þjóna eins og háskóla eða Landspítala. En ég held að við getum náð í svona nokkurn veginn og leiðilegt að þessu sé stilt upp eins og maður sé komin í einhverja hreppapólitík, því svo er alls ekki. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur svarað andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir er næst á mælendaskrá.
forseti, ágætu borgarfulltrúar. Auðvitað getum við ekki tekið ígrundu umræðu allt vegakerfið núna, en mér finnst alveg nauðsynlegt að koma inn með nokkra tölur. Í dáist að því þegar fólk getur talað út frá tilfinningum sínum og bara þakka Kjartani Magnússyni fyrir að deila þeim tilfinningum sem hann hefur strætókerfið með okkur. En það fínt að fá kannski upplýsingar það líka. Það sem ég fannst merkilegt til að skoða seinustu ferðavenjukönnun í Reykjavík að Grafarvogur stærsta strætókerfið okkar. 6% ferða í Grafarvoginum farnar með strætó, samanborið til að mynda 4% í Vesturbæ. Stærsta hverfið okkar í strætó, þar sem hæst hlutfall ferða farið í Úlfarsárdal, þar sem ég hélt að enginn notaði strætó. Það bara svo margt sem spilar inn í. Ef við skoðum rauninni hlutfallið yfir öll hverfin og berum þau saman, þá höfuðborgarsvæðinu fer úr 2% í Kópavoginum upp í 7% í Úlfarsdal og á Seltjarnarnesi. Í Reykjavík hverfin okkar flest á bilinu 4–6%. Ég hefði haldið þess að byrja með, út frá minni tilfinningu, að fleiri væru nota strætó í Breiðholtinu heldur en í Grafarvoginum. Það rangt. Helmingi fleiri nota strætó í Grafarvoginum heldur en í Breiðholtinu. Þetta segir okkur líka stundum að tilfinningun okkar eru rangar. Það hversu jafnt hlutfall ferða rauninni farnar í hverju einasta hverfi í borginni hlýtur að vera besti mælikvarðinn á það að þjónustan sé tiltölulega sambærileg. Dæmi til að mynda þjónustu sem væri ekki sambærileg væri ef strætónotkun væri, segjum, 20% í einu hverfi en 2% í öðru hverfi. Það myndi kannski gefa okkur vísbendingu það að þjónustan væri betri. Það þrátt fyrir mismunandi nærþjónustu í hverfunum og mismunandi uppbyggingu, þá hefur borginni tekist að gera hverfi sín tiltölulega einsleit á góðan hátt á sama tíma og fjölbreytninni fagnað. Það eru góðar sundlaugar í flestum hverfum, aðstæður til íþróttaiðkunar og strætósamgöngur, skólar og leikskólar í næsta nágrenni og í flest hverfin okkar þegar kemur að ferðavenjum þá eru þau tiltölulega lík og sérstaklega þegar kemur að strætó. Ég held sé mikilvægt að hitta ungmenni og tala við fólk og vera í góðum tengslum við sína tilfinningar. En við viljum líka vita hvað þær þýða. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill sagði áðan í þjónustukönnun Reykjavíkurborgar minnist ekki nema 4% á það að vilja bæta strætó. Borgarfulltrúinn túlkaði þannig að það var lítill áhugi á strætó. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segir þegar ég tala við ungmenni austamenn í borginni þá minnast við mikið á strætó. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon túlkaði þannig að þá sé strætó vondur eða lélegur. Þannig við þurfum líka að spyrja hvað þýðir það þegar fólk biður okkur að bæta eitthvað. Þýðir það sé gott, þýðir það sé slæmt, þýðir fólk vilji fá okkar meira eða það sé ánægt. Þetta eru alltaf túlkunaratriði. Ég held að við þurfum öll að átta okkur á því að ef við komum hérna upp og segjum við viljum bæta strætó í Austurlandsborginni og bæta strætó alla borg, það fylgir það loforð fjármagn að einhverju leyti. Strætó í Grafarvoginum til að mynda fullnýttur. Það ekki tómir vagnar að keyra þar Þeir sem eru að nýta sér strætó á morgnana af seinnipartinn í troðfullum vögnum. Ef við ætlum að fjölga þeim vögnum þá fylgir því fjármagn. Ég algjörlega til í það að vinna að bæta strætó alla borg. Ég til vissulega að sé hægt að hagræða og farið að nýta kerfið okkar betur. En sem betur fer þá kerfið okkar mjög vel nýtt, sérstaklega á háannatímum. Mér finnst gleðilegt að strætó sé svona jafn út alla borg og eina hverfi sem rauninni sker sig út og þyrfti að fara í bætur á að mínu mati Kjalarnesið. Og það held ég sé vinna sem við ættum að reyna að fara í strax á næsta ári. Varðandi staðsetninguna á BSI, það alveg satt, þetta hefur oft verið rætt. Strætó hefur talað við sérfræðinga, borgin hefur talað við sérfræðinga. Helsta niðurstöða sem algjörlega á pari við það sem við unnum með í hópnum og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir kom inn á áðan að fólk vil fækka skiptingum. Þannig það að staðsetja stöðuna þar sem flestir að fara það sem skiptir mestu máli. Að staðsetja að þungamiðju borgarinn ekki endilega besta leiðin ef enginn að fara þangað. Við viljum staðsetja sem næst flestum atvinnusvæðum. Að því leyti BSI mjög góðu valkostur með háskólana, Landspítalann og miðborgina sem eru okkar stærstu atvinnusvæði. En þetta bara smá strætó. Ég bara vona að við tökum einhvern tímann heilan fund og tölum ennþá meira strætó. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Við byrjum á Kjartani Magnússsyni, borgarfulltrúa.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér þykir leitt þegar að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi kemur hérna upp og gefur þá einhvern að ég sé bara að tala út frá tilfinningum mínum og svo leggur hún mér líka orð í munn, segir að ég hafi sagt að strætó sé vondur og lélegur. Þessi ummæli bara dæmi sig sjálf og ótrúlegt að þessi borgarfulltrúi skuli kjósa hérna borgarstjórnarfund eftir borgarstjórnarfund að grípa til ósanninda til þess að koma höggi á þá súmuna á viðræðu í borgarstjórn. Ég sagði aldrei að strætó væri vondur eða lélegur. Ég sagði það eins verið að það mætti bæta hitt og þetta og nefndi dæmi þar að lútandi og það að þegar maður talar bóta á einhverju þá þýðir það ekki að það sem að kerfið sé fyrir sé vont eða lélegt og þannig hef ég ekki talað strætó. Líka varðandi hlutfall ferða úr ákveðnum hverfum, það segir til það hvort að þjónustan sé góð eða ekki. Það þarf ekki endilega að vera, það má auðvitað nálgast út frá ýmsum sjónarmiðum og ég vona að menn gerir það bara málefnalega. En það einmitt eitt af því sem kom fram þegar í viðræðum mínum við þessa ungmennarráðsliða á sínum tíma, þá benti ég að það var sæmileg notkun strætó á þessum hverfum. En þá benda ungmenni þessum hverfum á, og þetta er sá aldurshópur sem beinlínis treystir á strætó, margt er ekki komið með bílpróf eða ekki á bíl. Þá benda þau á það á móti að þau hafi raun ekki annars valkost. Þegar að fólk búi nær miðjuborgarinnar, þá hafi þann valkost ofta að geta gengið eða hjólað, en í vondum veðrum á veturna þá kannski lítur hluti af þessum hóp ekki á þessi valkost. Eini valkostin til þess að komast út úr hverfinu í eitthvað tómstundi utan sem í bæ, það sé strætó, þess vegna er mikil notkun hjá þeim á kerfinu, en það þarf ekki endilega því að kerfið sé best, leiðakerfið sé best í þessum hverfum. Svona, ég held að í strætó eins og öðru, þegar maður tala leiðakerfið, þá hefur maður að forðast alhæfingar, en það verður auðvitað bara gaman að taka eitthvað sérstakann fund þetta þar sem við höfum kortið af leiðakerfi Reykjavíkur fyrir framan okkur. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að veita andsvar og þá veitir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvar nema borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir vilji svara andsvari fyrst. Nei, þá er það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Mér finnst alltaf miður þegar maður talar skýrt eins og frekasti kostur að einhver kemur hér upp og reynir engu að síður að snúa því á haus og tala með þeim hætti að það má skilja það á alla vegu og þannig talaði borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir. Það sem ég var að vitna til var það að það var í kynningu á þessu máli vitnað til þjónustukönnunar og það var vitnað til þessar spurningar: hvaða þjónustu telur þú að Reykjavíkurborg þurfi helst að bæta í þínu hverfi? Og ég var að fara yfir þetta vegna þess að ég var að segja að ég hefði áhyggjur af þessu. Ég hefði áhyggjur af því að það séu þá ekki meiri áhugi í almenningssamgöngum en hinn hliðin sem á líka alveg skoða er það að fólk telji það í flestum hverfum að almenningssamgöngur séu bara tiltölulega góðar. Þessi svör raunverulega greiða ekki úr því. Þau bara svara þessu og úr því að borgarfulltrúin var að minnast á þetta og ég skal taka þessa þjónustukönnun með mér hér í ræðustól hvenær sem dettur í hug, veit ekki af hverju það er að fara í taugarnar á borgarfulltrúanum. En þegar að fólk spurt að þessu, þá segir 33% samgöngumál. Það vill sem sagt komast leiðarsinnar. Ég held að það sé svona það sem við getum fengið út úr þessu svari, það vill komast leiðarsinnar. 25% segja umhverfismál, endurvinnsla og sorphirðumál segja 13%, íþróttur og tómstundir 10%, göngu, hjólreiðastiga, stuðningur við bíllausan lífstíl 8%, skipulagsmál 7%, útivistar og græn svæði 5% og almenningssamgöngur koma loksins með 4%, sem er jafn mikið og bílastæðamál, sem er einnig 4%. Þetta er bara staðreynd, þetta bara liggur fyrir, ég var að greina frá þessu í umræðu almennri almenningssamgöngur. Og það tengist því sem ég var að nefna að ferðavenjukönnunin sýnir það að einungis 4,1% ferða árið 2014 voru farnar með strætisvagni. Það er sem sagt ansi löng leið framundan að ná þeim markmiðum sem við settum okkur hér í dag, sem ég styð. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þá gera grein fyrir þeirri tillögu sem liggur fyrir fundinum.
Hún er svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkt á fundi sínum 19. mars 2013 að setja Reykjavíkurborg almenningssamgöngustefnu til næstu ára eða áratuga. Borgarráð skipaði hóp 5 kjörinna fulltrúum verkefnum og voru tillögur hans stefnumörkun í almenningssamgöngum í Reykjavík. Samferða Reykjavík lagði fram á fundi borgarráðs þann 22. maí 2014 og samt tillögum að vísa stefnunni til umsagnar Strætó, BS, Vegagerðarinnar, Umhverfis- og skipulagsráðs og sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Umsagnir bárust frá Strætó, BS, Vegagerðinni og Garðabæ. Lagt er til að borgarstjórn samþykki hjálögð drög að stefnumörkun í almenningssamgöngum í Reykjavík Samferða Reykjavík og að stýrihópur innleiðingu stefnunar verði skipaður í borgarráði. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða tillöguna. Þeir sem samþykkja hana er ekki allir í salnum, jú, þeir sem samþykkja hana merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum til 3. liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Já, hér eru boðaðar bókanir. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er 3. liður á dagskrá sem við göngum nú til viðhald gatna og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sínsnir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar.